En við ætlum að skoða núna villu meðhöndlun í JavaScript, svona möguleika á því hvernig við getum gripið og átt við villur, og regex, eða regular expressions. Í ECMAScript 5, við erum núna í ECMAScript 6 útgáfu, í 5 var kynnt strict mode, sem var leið til þess að reyna að komast hjá ýmsum buggum sem fólk hafi verið að lenda í, og þá var þetta hugsað sem svona opt-in leið til þess að fá meiri og strangari kröfur á kóðan. Og þá er villum kastað ef við reynum að nota óskilgreindar breytur eða ef við skilgreinum sama eigindi oftar en einu sinni hlut og fleiri svona hluti sem er mjög auðvelt að gera sem svona klaufamistök þegar við erum að slá eitthvað inn, en geta síðan orðið leiðilegar villur til þess að debugga, sérstaklega þá út af því að kostnaðurinn leiðirna til að gera þessar villur eru svo auðveldar, eða svo auðvelt að gera þessar villur. En við segjum þá í raun skilgreinum strengin, nákvæmlega strengin use strict sem setur þá kóðun okkar í strict mode, og það er hægt að setja þetta á tveimur svona skópum. Það er hægt að setja þetta per skrá og það er hægt að setja þetta per fall. Og það er æskilegra að skilgreina þetta per fall, af því að þá fáum við ekki óvart strict mode á allan kóða sem við erum að nota, heldur bara á þau föll sem við erum að nota. Þannig að við vitum ekkert hvort að einhver annar hafi skrifað þetta með strict mode í huga og þá allt í einu fyrir sá kóða bila, af því að við vildum að okkar kóði væri strangari. Þannig að við getum gert það hérna að við ætlum að vera með eitthvað sumfall sem á að leggja saman A, B og C, og við gerðum innsláttarvillu hérna, við skrifum tvisvar A í staðan fyrir B, og þegar við reynum að kalla þetta, þá reynum að skilgreina þetta, þá fáum við villu það duplicate parameter name not allowed in this context. En þá gerist það bara þegar við erum skilgreina breytuna. Ef við sleppum strict, þá fáum við bara allt í góðu og við megum kallið þetta eins og við viljum og við kallum hérna 1, 2, 3, búist við að fá 6, en fáum þá upp villurinn á keislutíma hugsanlega, sem væri óæskilegra. Þannig að þarna getum við frekar fengið syntaxvillu við það að þegar við erum að skrifa kóðan versus það að fá villu þegar við köllum í kóðan og þá oft á tíðum ekki í okkar umhverfi, þegar einhver notandi okkar er að nota kóðan okkar. Og hérna er það sama, hérna er sama villa og ég glemdi að gera áðan, sem sýnir hversu algengun er að hérna gleymist að skilgreina let fyrir framan tellerabreytuna í forleikinu, sem að lætur þá counterinn fara yfir í global scope, en það mun segja hérna reference error counter is not defined þegar það er reynda skilgreina hana. Síðan höfum við líka leið til þess að takast á við villu sem kom upp í kóða, og við höfum sett stuðning við try-catch eða exceptions í JavaScript. Þá erum við með eitthvað kóða sem getur kastað villum. Það er þá annarkvort einhverjum innbyggðum villum eða þá við getum búið til okkar eigin villu sem við getum kastað og gripið. Og þegar við grípum villurnar, þá getum við gert eitthvað í þeim í staðan fyrir að láta forritið okkar bara springa loft upp. Þá getum við spyrt einhver villuskilaboð eða hugsanlega getum við bjargað okkur einhvern veginn út úr villunni sem að koma upp. En við kostum þess villu með throw og notum error sem er innbyggður hlutur sem heldur utan villur og inniheldur upplýsingar villuna hérna. Þannig að hérna getum við gert throw error villa og þá erum við að kasta villunni með messageinu villa. Og það sem að error hluturinn gefur okkur líka er stack trace sem að rekur sig upp stakkinn sem hvað kallaði í hvað og lætur okkur vita í raun úr hvaða falli villan kom, hver kallaði í fallið sem að leta þess að vilja koma upp, og ef það voru fleiri föll sem kölluðu í föllin sem letu þetta koma frá byrjun forritsins, þá fáum við allar þær upplýsingar. Ef við síðan grípum ekki þessar villur sem er kastað með throw, þá mun það fljóta upp þennan stakk þangað til að koma bara í ysta lagið eða efsta lagið, og þá springur forritið okkar og segir, heyrðu, það komið villa, það var ekkert gert í henni neins staðar og forritið okkar er bara bilað. Þannig að
þegar við erum að vinna með try-catch og við erum að kasta villum með throw, þá viljum við hafa svona try-catch blokkir til þess að grípa þær einhvers staðar. Og þá lítur þær svona út. Við köllum í try blokkin okkar sem að inniheldur þá kóðan sem gæti kastað einhverju villu, og síðan catch blokkin okkar sem eitthvað sem við gerum þegar að villan kemur upp. Og ef að villan kemur ekki upp, þá keyrir þessi kóði ekki. Síðan höfum við enn eitt lykilorðið sem finally, og það þá kóði sem keyrir hvort sem við grípum villu eða ekki. Þannig að þá, þetta eitthvað bull hérna, og þá getum við notað þetta til þess að hreinsa eitthvað upp sem við þurfum alltaf að gera, loka tengingum ef við erum að opna tengingar við einhverja vefþjóna eða eitthvað svona. Og, þetta einhverju algjör steghjamir hérna. Hérna vantar þess að finally hérna. En, við höfum séð nokkra af þessum villum sem geta komið upp. Við getum fengið upp type error þegar við erum að reyna að gera eitthvað við gildi sem ekki að þeirri tegund sem gert ráð fyrir, eða reference error þegar það reynda að eiga við óskilgreinda breytu og fleiri. Og þegar við grípum villunar, þá höfum við möguleika á því að vita hver villan, af hvaða gerð hún og þá það instance of unary operatorinn sem að tekur inn breytu og segir okkur af hvaða hlut gildið og þá getur við verið með ef við erum að grípa type error, þá getum við gert eitthvað kóða, annars ef það reference villa, þá getum við gert eitthvað annað fyrir hana. En við notum yfirleitt svona try-catch þegar við erum að nota eitthvað kóða frá öðrum, þannig að ég treysti því ekki að þú hafi skrifað kóða sem villulaus, hugsanlega gæti hann kastað einhverjum villum. Ég veit ekki að villurnar þínar skemmi forritið mitt, þannig að ég set minn kóða í try-catch, eða þinn kóða í try-catch í mínum kóða. Og þetta bara líka verjast villum sem geta hugsanlega komið upp þegar sem geta stoppað keislu. En þetta getur samt, þegar maður byrjar að nota try-catch, þá vill maður oft bara setja try-catch utan allan kóðan sinn. Hérna byrja ég kóðan minn, ég set try-catch, byrja ég, svo skrifa ég forritið mitt og svo neðst bara eitthvað catch fyrir allar villur. En þá getum við líka lent í því að ef sama hvaða villa inn í þessari blokk, þá hún gripin í catch og það verður erfiðara að debugga, af því að það í staðinn fyrir að þurfa að hafa hugsanlega eina línu sem kastar villu, þá erum við hugsanlega með 20 línur sem kastar villu og við þurfum að finna út hvaða lína það sem kastaði villunni. Þannig að við reynum að setja þetta utan minnst fáar línur og við getum í einu. Og ef við viljum setja þetta undir fleiri línur, þá oft gott að búa bara til nýtt fall sem við kallum í og það fall kastar einhverjum villum sem við síðan grípum. Skoðum dæmi þetta. Þannig að hérna höfum við kóða það sem einhver sem kastar villu, þannig að þetta bara eitthvað fall sem mun alltaf kasta villu. Og ef við köllum í það án þess að vera með inn í try-catch, þá munum við bara alltaf fá villu þegar við köllum í þetta fall. Og þá þetta hérna stack traceið okkar. I throw errors, anonymous fall í línu 2, kastaði villu. Ef við síðan höfum þetta inn í try-catch, þá getum við keyrt kóða eftir að villan kemur upp. Þannig að hérna kemur villan og hún stoppar ekki forritið okkar og línan fyrir neðan keyrir. Hérna höfum við síðan fall sem kastar af handahófi eða skilur af handahófi null eða hlut sem með lyklinum S sem inniheldur strenginn hello. Síðan tökum við það niðurstöðurnar úr þessu inn í eitthvað try-catch hérna og reynum síðan að kalla í substring sem method á streng sem tekur hlutstreng út úr streng og reynum að taka fyrsta stafinn úr strengnum og ef það kemur upp villa, þá segjum við great villu. Ef það type error, þá skrifum við type error, annars skrifum við reference error. Þetta gerir handahófi. Þannig að hérna reference error, S is not defined.
Þannig að þá í raun núna það að þetta hérna var math_random var stærri en 0,5 sem þýddi að fallið skilaði null, sem þýðir að við reyndum að kalla í substring á null sem reference error, þannig að þá fengum við þá villu. Og ef við köllum í þetta aftur, refresha, ókostunum við að nota const, aftur, yes, skemmtilegt, reference error, þetta fari að vera skugglegt, reference error, einhverjum tímapunkti ættum við að fá aðra villu, ok, nema að þetta sé eitthvað bugga hjá mér, en svona getum við gripið mismunandi villur, og já, kíkjum á regular expressions. Eða reglulegar sæðir. Og það sem regular expressions leyfa okkur að gera að skilgreina mynstur sem við getum borið saman með texta til að vinna með hann. Þannig að þetta er svona leið til þess að fá einhver texta frá einhverjum notanda og ég þarf að vita inniheldur þessi texti þetta textabrót. Eða gera miklu flóknari hluti. Er þetta það sem ég var að fá inn, lítur þetta út eins og e-mailadressa, eða lítur þetta út eins og kennitala, eða lítur þetta út eins og símanúmer. Og þá getum við notað regular expressions og regular expressions eru mjög kraftmiklar og flóknar og mjög oft óskiljanlegar. Og við ætlum ekkert að fara nákvæmlega í það hvernig við skrifum og skiljum reglulegar sæðir, en við ætlum að sjá hvernig við notum þær í JavaScript. Það ber yfirleitt að varast af því það eru yfirleitt betri leiðir í boði. Eins og það eru margir sem segja hugsa, heyrðu, ég ætla að passa HTML, ég get bara nota regular expressions. En nei, það er ekki hægt út af því að syntaxinn í HTML er flóknar en svo að við getum skilgreint hann með bara reglulegum sæðum. Og þá var til þetta quote hérna. Some people when confronted with a problem think, I know, I'll use regular expressions. Now they have two problems. Og þetta sagði hann Jamie Savinski, sem var einn af forritarunum að Netscape hérna í gamla daga. Svo var hann mjög snjall, græddi pening, hætti sem forritari og opnaði bar. En við skilgreinum reglulega sæðir í JavaScript með annarkvort new regexp sem býr þá til regular expression hlut eða með forward slash sæðinni sem við ætlum að vinna með og svo aftur forward slash til þess að loka sæðinni og síðan getum við í báðum tilfellum skilgreint svona flags. Og þessi flags eru strengur sem styttir til hegðunina á því hvernig sæðin okkar á að vera túlkuð. En sæðin sem við skilgreinum er skrifuð samkvæmt reglum og þessar reglur mynda stöðuvél sem finnur og framkvæmir það sem sæðin biður Þannig að hérna höfum við til dæmis reglulega sæð sem segir strengur sem byrjar á einni eða tveimur tölum og þá tölum út af því hérna segir við bara tölur. Eftir fylgir einhver strengur, svo þetta hérna þýðir einhver stafur, stjarnan þýðir 0 eða n tilvik af þessu hérna sem þá einhver stafur, sem síðan endar á A, B og þá það hérna hugsanlega B, þannig endar annarkvort á A, B, C eða A, C og þá þýðir þessi dollar þýðir endi á streng og þessi hérna hattur þýðir byrjun á streng. Þannig að þessi hérna sæð mun finna nákvæmlega svona streng og það eru náttúrulega óendanlega margir strengir og því það eru óendanlega mörgar permutation af þessu hér. Þegar við erum að skilgreina svona reglulega sæðir, þá getum við notað þessi brackets til þess að skilgreina bil af einhverjum hlutum. A, B, C, D segir, gefðu mér A, B, C eða D, 0 til 9 allar tölur, A til Z, alla ASCII lágstafi. Ef við vildum fá íslenska stafi, þá var það aðeins meira vesen, því þá þurfum við að fara að skilgreina Unicode bil hérna. Hattur, byrjun á streng, dollar, endi á streng. Hattur inn í bili skilgreina eitthvað sem við viljum ekki sjá. Þannig að þetta þýðir ég vil ekki sjá A, B eða C.
backslash s segir eitthvað whitespace sem þá bil, tab eða nýlína. Plus fyrir framan einhvern part af þessu segir einu sinni eða oftar og stjarna segir 0 sinnum eða oftar og innan slaufusvega n,m segir n til m sinnum og spurningamerki segir gæti verið eða ekki. Flöggin sem við getum síðan sett í regular expressionum okkar eru til dæmis G fyrir global sem þýðir þá að ekki hætta eftir að þú finnur fyrstu niðurstöðuna. I fyrir ignore case, ekki vera hástafanæm, þannig að í grunninn eru regular expressions hástafanæmar. M fyrir multiline, sem þýðir þá að ef við sjáum new line, þá mun það ekki vera túlkað sem byrjun eða endir á streng, heldur mun það vera túlkað innan allra segðirnar. Síðan þegar við erum búin að búa til þessar segðir, þá viljum við oft sækja eitthvað út úr þeim. Við viljum athuga, lítur þessi strengur út fyrir að vera e-mail adressa? Ef svo látum við fá það sem fyrir framan @merkið og fyrir aftan @merkið. Og þá getum við notað þessa sviga til þess að skilgreina sub-expressions. Þá það sem inn í sviganum eru líka expressionir og við fáum tilbaka í niðurstöðunum hver þeirra fundust. Síðan til þess að keyra þessi regular expression á strengi, þá getum við notað fyrir regular expression hluti testfallið eða exec fallið. Þá test athuga bara hvort að þetta passi við, skilja okkur true eða false, en exec skila sér niðurstöðunum fyrir segðinni í heild sinni og öll sub-expression sem skilgreind í segðinni. Og síðan öfugt fyrir string, þá erum við með match sem að keyrir þá eins og exec, skilar okkur niðurstöðunum. Og síðan höfum við string replace, þar sem við getum notað regular expressions til þess að skipta út öllum tilvikum þar sem SR passar fyrir new string sem þá sent inn hérna í fallið. Þannig að við getum sagt foo test foo bar bas sem segir kemur fram segðin foo í þessum hérna streng og hún gerir það, þannig að við fáum true út af þessu. Við fáum true hérna en hún inniheldur ekki bar, þannig að við fáum false út af því. Og svo getum við verið með flóknari, lengri setningar og við getum verið að athuga inniheldur þessi strengur eitthvað sem við erum að leita. Svo getum við notað hérna replace. Þannig að við skiptum alls staðar sem kemur fyrir foo með lol. Þannig að lol bal ekki lols bas og þá skiptir ekki máli hvort að það sé í raun foo sem stendur eitt og sér eða food eða eitthvað sem inniheldur fool. Það mun alltaf skipta út öllum tilvikum af foo með lol. Og svo ef við fjarlægjum þetta G, þá það bara gert fyrir fyrsta tilviki sem finnst. Þannig hérna það bara fyrsta og önnur tilvik eru hunsuð. Svo einhver eitt ágætt dæmi hérna viðbót. Þannig að hérna erum við með streng sem að inniheldur eitthvað rugli. Inniheldur auka bil, inniheldur tab-karakter inn í honum miðjum, newline-karakter eitthvað og okkur langar í raun að fá bara strengin með bara einu bili þar sem eru fleiri en eitt bil og enga aðra whitespace karaktera. Þannig að þá ef við keyrum þetta replace hérna og við notum backslash s sem var fyrir hvaða whitespace karakter sem og ef við finnum eitt eða fleiri tilvik af þessum karakter þá viljum við skipta honum út fyrir bara eitt bil. Þannig að þá þetta hérna subbilegi textin okkar og þetta hérna textin þar sem við erum búin að skipta út öllum whitespace yfir í nákvæmlega eitt bil.